Velkomin. Gaman að sjá þig. Velkomin. Guinness mættur þetta? Guinness Þetta mættur. Guinness Birgir? Já. Þú varst fengið til að hitta mig hérna á Ærismann. Já. Af því að þú ert Guinness maður. Já, og á hund sem heitir Guinness. Og hund sem heitir Guinness, já. Ég veit að ég er á náli með honum, hann er náttúrulega frekar ungur og hérna ég var að spá í hvenær hann getur farið í fyrsta bjórinn. Já. Hann er náttúrulega bara 4 mánaða. Já, hann er bara 4 mánaða. Þannig að hérna, þú veist, en hann er í manna árum, þá er hann ekki orðinn 20 sko. Nei. Ok, þá á hann það inni. Hann á það inni, en hann ætlar að vera með okkur. Já, við fáum okkur. Við prófum, já, St. Patrick er þetta inn og eitthvað svona. Ég er svo hræddur hann komist í einhverja gamla lummu hérna, bara frá því í gær, það hefur einhver náungi verið á barnum og bara hér og Guinness að éta þetta. Ég er nálum með hann hérna. Hann verður bara með okkur. Sérðu það? Hann er flottur. Hann er stór. Hann er bara 4 mánaða. Hann verður mikið stærri. Þetta er bara eins og að vera bara með eitthvað náunga bara heima þessi bara. Hann er alveg þungur og hann bara Nei, þetta er líka sko, þú veist, þú ert að fara að taka upp sko, líður eins og að taka upp mannaskít í garðinum sko, það kemur að því sko. Hann er svona, þú veist, hann kúkar töluvert stærra dæmi en við hinn sko. Já. En málið það, hann fekk nafni Guinness. Já. Af því að hann er alveg dökkbrúnn. Já. Svo er hann með svona hvíta hálsunum, hann er með fróðuna hérna sko. Hann er með fróðuna líka. Þetta var mjög útpælt nafn. Já, ég veit það nú ekki. En svo þegar hann kom með hann heim og kom með krökkum sko óvart. Já. Þú veist, það búið að, þú veist, bara familja, hann var búinn að vera á leiðinni að fá sér hund í mörg ár. Já. Og hérna, svo mættum við með hann heim og hann heitir Guinness. Og Ingrid dóttir mér, Birgir! Nei, hann heitir Guinness! Birgir! Þannig að hann fekk nafni Guinness Birgir. Guinness Birgir? Já. Ok. Þannig að það er hægt að kalla hann bæði. Já. Ertu hundakall? Já, ég er rosa hundakall. Já, þú átti náttúrulega pullu. Já, pullu og ég hef alltaf verið alinn upp með hund á heimilinu. Já. Jú, svo áttu við hund sem heit Pulla. Hann átti nú, það kom nú alveg til greina að skýra hann burger, sko. Já. En hérna, svo er hann bara svo mikil Guinness, sko. Já, svo ekki eitthvað kött, ekki skemmt hann fralla. Ekki eina fröllu. Já, eina fröllu. Við ætlum að henda okkur fyrir aftan barinn. Við erum að fara í smá Guinness-kennslu. Ok. Við ekki að byrja á því? Jú, ég er klár. Ég veit, veistu hvað? Mér finnst Guinness ógeðslega góður. Já. Ég veit ekkert um hann. Ég veit ekkert um sögu Guinness og svo náttúrulega komið þættir daginn. Ég er reyndar ekki búinn að horfa á þá heldur. Þannig að ég veit ekkert um hennan bjór. Nema það, mér finnst bara gaman að drekka hann. Er það ekki bara djók? Jú. Er eitthvað, hérna, hann má ekki, sko, hann er ekki komið aldur. Er eitthvað sem hann kemst í hérna? Hann var alveg hefur mikið af einhverju baneitruðu dóti hérna. Nei, er þetta ekki allt gott eða? Nýbúið að skúra og allt. Má ég sleppa honum? Er þetta að loka barnum með ekki? Nei, það er ekki heimsluð. Nei, ég hef hann bara í bandi. Eitthvað skemmtilega staðarindir eða? Nei, ég dæli svo bara að drekka. Það er ekki nóg. Jú, þú veist ekkert um þetta. Það veit enginn neitt um þetta. Nei. Ég meina, það er alltaf að keyra sportbíl og þú veitur ekki um vélina, skilur það ekki? Nei, ég er bara... Ert þú á sportbíl? Nei, ég er ekki sportbíl. Ég er bara á svona pussi og fjölskyldubíl, sko. Ég veit ekkert um vélinn í honum eða neitt. Ég kann bara rétt svo að fara bara frá A til B, sko. Já, setja drive. Og bara saman með þetta, sko. Ég veit ekkert um þetta, þú veist. Ég meina, þú átt hana pub. Þú veist ekkert um þetta. Það þýðir að veit enginn neitt um þetta. 1759 eða eitthvað? 1759? 1759, já. Ég held að það var 18. Arthur Skate, Guinness. Ég hafa þetta eftir mér, skilur. Nei. Þetta er allt klipt út maður. Nei, allt inni. Allt inni. Já, við klippum inni. Þetta er það raw version. Það fyrir langt. Við hefum þetta bara live útsendingu. Við hefum bara að streyma þessu. Það hefur verið gott. Sko, að vera með myndavél og eltamann svona live heitast að dæmið í dag, sko. Er það? Eitthvað svona streamers. Já. Það er ógeðslega gaman. Ég var að streyma í COVID, þá fórum við að streyma tölvuleikjum, sko. Það var ekkert eðlilega gaman. Ég trúi Já, því. spila og... Já, bara spila tölvuleiki og streyma og... Varstu ekki að tala við, gæti ekki fólk tala við það með hann? Jú, bara að drepa tíma og þetta var bara stemning. Sko, ég hef verið að streyma líka. Ég var sett í bann eða eitthvað eftir þetta. Þú veist, maður hefur tjókað svo mikið með fellum, skilur, þegar maður er að spila. Já, það er að passa sig. Svo eru menn búinir með nokkrar rauðinsluskurðarna, bara COVID. Já, ef við að dæla í einn. Já. Má ég ekki bara segja, á ég gerir það? Já, þú fyrst það og síðan fáum við að gera sigurinn. Það er sína hvað ég held að ég að gera þetta. Já. Dæla bara svona. Nei, býttu, ég er að klúra þessu. Maður hafði þetta að gera mikið minna. Stendur tilbúin. Ég ætla að gera hlið. Alltaf þú að gera hlið, ok? Já. Og Hlið maður, þurftu að hliðin. bringa upp. Ok. Þurftu að bringa upp maður. Já, sko, mér finnst hliðin mjög góð þetta, ég veit ekki með þig. En þú veist, þetta er alveg, þetta En þú ert með í dós, lítur vel út. á maður ekki að opna dósina, sturtinni bara svona ný og taka hana hægt upp. Það er skipt af skoðunar og þína bara. Er það? Já. Írin gerir það þannig. Ég er búinn að segja bara how to pour like an Irishman. Já. Þeir bara... Já. Já, ég hef gaman að írunum maður. Þú veist, þú ert að tala við fullan íra eða fullan skota, skotarnir. Já, er það ekki, ég hef aldrei komið til Skotlands. Þetta væri
Það var svo erfitt með þetta sko. Ég myndi leyfa þessu að bíða í svona 1 mínútu. Svo myndi ég bara bjóða einhverjum upp á þetta sko. Já. Segja bara, heyrðu, hérna, þetta er bara flott. Ég var að fylgjast með þér á hann. Þú varst að hella. Já, sérðu hvað gerir þessu. Þeir eru íta þessu frá, svo í hináttina. Ekki að þér, heldur fjær. Þá getur til hann hérna. Og núna stoppar þau. Er þetta kannski aðeins svo mikið? Nei, þetta er glæsilegt. Er þetta glæsilegt? Sér hérna að kemur svona dome ofan á sig. Já. Við viljum það. Já, svo kemur dettur fróðan aðeins niður og verður svona þykkur og creamy. Erstu með eitthvað svona vélinnar núna sem er að setja einhverja myndir í fróðuna og svona? Við vorum með hann einu sinni, það var geggjað sko. Fólk hefur gaman að þessu sko. Já, Á hverju hættu þið með það? hún er stór, hún er bara huge. Það var bara ekki plass fyrir hann. Þetta er plebbalegt sko. En ég sat hérna einhvern tímann, ég pantaði 8 bjóra. Já. Ég drakk 2, ég gat ekki drukkið meira, en mér fannst bara svo gaman að sjá Hvað mynd kæmi? hvernig hún kæmi út, skilur. Svo kannski sendt inn nefnilega líka. Þú tókst mynda af einhverjum QR-kóða og þú sendir inn myndina. Já, það var það sem ég gerði. Valdi bara úr myndvélabóksinu, eða skilur, kamerabók. Sko, af hverju erum við að læra þetta? Það er ekki eins og, það á engin dælu heima á þessu. Nei, ég veit það, en þú veist, þetta er bara, við þurfum að kynnast menningunni. Við þurfum að komast inn í þyktina. Sko, ok, það er 45 gráða halli Já, sem ég myndi segja að væri svona. hárrétt. Dælum í þessa átt, Nákvæmlega. 80% eða hvað? 70? 75. 75. Nei, Það er svona. já, til völd. Það er alveg flott heldur en ég gerir, sko. 119 sekundur. Ertu byrjað að tala það? Nei, ja, svona, þú veist. Já. Er þetta ekki samt bara mínúta? 100, mikið að gera og Það hvað. er eftir hvað er mikið að gera. Já, er það ekki? Er þetta ekki stundum alveg bara engar sekundur? Bara beint í. Nú alltaf detta aðeins. En er ekki eitthvað tæki sem stuðar bjórinn? Er það eitthvað rugl sem ég heyrði ekki segja? En það er í dós líka, það heitir hérna, hvað, Surger. Steitir að flýta sig. Ég byrja að tapirinn. Já. Er þú klárað að kúti maður? Nei, ég er að Já, ok. Ég er bara svona aðeins að, Nú ertu eitthvað svona að tísa. já, þetta er bara svona því að, þú veist, við erum komin núna í, ekki 119, en þetta voru ykkur að 27. 27. Þetta er við aldrei við það. Svona hægt Svona? og rólega. Nei, alveg upp í kant. Alveg upp í kant. Manstu, við viljum the dome. Dóma þetta. Aðeins meira. Allt bara. Svona. Hérna, Einni út. einni viðbúð. Já. Ok, þetta er hinn fullkomni bjór hérna. Hinn fullkomni bjór. Sjá, hann kemur hérna í miðuna. Ekki? Jú. Vá. Hann er orðin heldur flottur, þetta er hægri samt sko. Þessi? Nei, hægri. Já, það er minn. Já, Ég og hann. Já, já, já. Það er minn. Við ætlum ekki Bara að láta það vita. Við ætlum ekki að taka þetta. Segðu, það er minn. Svona. Og þetta fyrir mörgum, fyrir mér, þetta er bara með því fallegra sem maður hefur séð. Já. Það kýtlar mig. Ok, go-to bjórinn þinn er, hvað, light? Sko, go-to bjórinn minn er light, en ef Guinness er í boði er hann go-to bjór. Já. Þannig að það er eiginlega go-to bjórinn. Ok. En þú veist, ég er ekki að taka kannski 10 Guinness. Þú gætir það samt, sko. Eða þú veist, hann er svo léttur. Hann er léttur. Það halda náttúrulega allir að Guinness sé bara eitthvað, það er eins og einhver shake eða eitthvað. Já. En hann er hann ekki minna alkohól í honum heldur en lightbjór? Ég held það. Jú, hann er hvað, 4,3%? Já, og kalóriðnar eru, þú veist, þetta er gott fyrir svona bollukalli sem við sko. Þetta er sveifum mikið. Aðeins meira í Guinness. Já. Ok. Þannig að Ég, Þannig að maður verður ekki alveg svona uppfendur. ég var splitt þessu það? splittum þessu. Jú. Hvað tíðan taktu þennan? Herru, skáldryggir. Skáldryggir. St. Patrikur. Seint Patrikur. Rosalur. Nei, þú er svona fiskum maður. Herru, ég var too greedy maður. Já, ég líka. Við allir. Ha? Segðu þetta hérna. Þetta er greinilega fyrsti bjórinn í dag sko. Já, þetta Það er líka, þetta er léttar á mánuði. Föstudagur, þú veist, þetta er hættulegt. Það er föstudagur sem þýðir eitt að Steindi er með FM 95 blöð í dag. Markmið mitt í dag er að hann fari þoklumæltur í útvarpið. Já, er það? Já. Ok, ertu með eitthvað svona Er þetta bara kannski sem hendur í þegar þú ert fullur heima? Svona eftir djam, komin heim, eitthvað svona ónum Já, svang? þetta er eiginlega hugmynd að hinnu fullkomna mönsi. Þú veist, þetta funkar sem hvað sem er. Þetta Já. getur morgumætur, hádegismætur, kvöldmætur. Skál. Herru, skál. Ok, Þeir- tilraun heyrðu, númer þeir lúkka 2. ágætlega. Þeir eru mjög fallegir hjá Já. okkur. Sér línuna hérna líka. Þessi. Já, þessi er góð. Ef ekki bara splitta þessu? Jú, það er eitthvað sem gerir svona. Sérðu, þetta var að segja hvað þetta er næs. Já. En Svo hvað- prófum. Er þetta eitthvað nýtt? Ég veit ekki. Ég sá hvað ég gerði út á TikTok. Á TikTok. 1, 2 og... Nei, nú var ég á feimin.
Ég er að setja hann svona. Já, setjum hérna. Ég held að hann sé bara næstu í perfect, sko. Aðeins rónan, kannski. Aðeins rónan, en wow, þetta er þetta ógeðslega gott. Þetta er splittað. Já, Þú mátt eiga það. Þetta er splittað. Ok. Hefurðu séð öfuga splittið? Öfuga splittið? Hefurðu séð það? Nei. Ok, við þyrstum eiginlega hérna, Rónar, áttu lok? Ok, þá reyndar getum við alveg, þá finnum við á okkur, sko. Við erum alveg þar. Ég meina það er föstudagur. Ok, af því að öfuga splittið, þá basically er það þannig að þú drekkur bjórinn, svo setur á hann lokið, snýður hann við og splitta geðið þannig. Já, ok. Hefurðu gert þetta aður? Nei, ég hef aldrei gert það. Ok, ég til í þetta. Ég sá þetta á TikTok, sko. Allt bara. Við viljum að komast að hversu marga Guinness það tekur fyrir Steinda að henda í skrollarann. Bara ekki neitt, sko. Og við 2 valkosti. Gefstu upp og ég myndi til lögreglustjóra hans eða mættu skrollin. Til ég hendi hann hvern sem er. Herru, það er þetta mjög gott. Við ætlum að taka núna öfugt splitt. Þetta hefur ekki oft verið gert, allavega ekki svona í kameru. Nei. Þannig að basically við setjum lokið á og snúum honum við og sjáum hvort við náum að splitta. Splitta geðinu þannig. Þetta er svona Big Leagues. Þetta er Big Leagues, sko. Já. Viltu reynda við að gera saman að sikkur, þetta er bara 1 lok, sko, það er gallin í þetta. Og hitt smá svona taktík, ok. Tökum bara með þetta rasva saman með, til ykkur fagmaður. 1, 2 og... Tilbúinn? Já. Þetta er alveg dæmt til að Þarf ég að leggja þetta niður? Nei, ég sullaði út allt sem er alveg... Ég held ég hafi verið með svo gott, sko. Nei, ég er allt og langt frá. Já, ég málega að Loki gaf sig eitthvað hérna. Þetta er náttúrulega ekki... Við þurfum að vera með eitthvað betra. Hvað er Guinness, hundur? Hann þarf að sleikja þetta upp núna. Elsku Guinness, maður. Þetta var góð tilraun. Við fáum kannski hérna moppu og... Áður við förum á næsta staðsniti. Ég er með svolítið handa þér. Bíddu hér. Gjöf? Já, það er pínlítið gjöf. Ok. Ég elska að fá gjafir, sko. Þetta er málið, sko, sjáu þið, með mottuna, það er ekki hægt að... Þú nærði ekki að taka, sko, við hugsaðum þetta ekki alveg í gegn, Adam. Mér datt í huga þetta. Það er ekki hægt að í rauninni, sko, þú nærði ekki... Sástu þetta? Fyrir inn í kælinn hérna. Rúnar, þú þarft að hringja í Meindireiði og Prest. Láta hann kíkja á þetta. Heyrðu, ég satt niður með hérna Dóra. Já. Vin okkar, daginn. Ertu búinn að fá Dóra? Já. Við fórum á, hérna, pizzastað sem heitir Forsetinn. Já. Þar voru að setja niður og það sagði mér... Ég Steindir með leik. Stundum, eftir að maður er búinn að vera með eitthvað svona uppselt uppistand sem gekk vel. Og hann er búinn að vera með 4 sjónvarpsþætti í loftinu og minnstasta lagið og eitthvað svona. Pældum við værum að gera þetta í Hollandi. Markaðurinn er bara svona stærri. Já. Hvernig bíl var að kaupa þið þá? Þá værum við ríkir. Já. Við bölvum því oft að við fættumst á röngu landi. Já. Þá værum við ríkir. Já, þá værum við ríkir. Já, hann er auðvitað að segja það. Já, hann var að meina það þannig. Málið með Dóra. Það skiptir máli hvernig þú hittir á, hvernig gekk að fá hann hingað í þáttinn. Það gekk bara mjög. Gekk bara mjög. Hann var búinn að vera til í þetta mjög lengi. Já, þá eru hitt rétt á hann. Því að sko Dóri er þannig að sko, maður þarf að skynja alveg hvernig, þú veist, þegar þú hringir í Dóra, ég hringi alltaf í hann þegar ég er með einhverja pælingar, skilur, erum að gera eitthvað svona, þú veist, þá hringi ég bara í hann og ég heyri leið og hann svarar, bara immediately. Hvort ég segi bara blessaður, já, heyrðu, hérna, nei, heyrðu, ég ætla að hringi einhvern annan maður, bara brainfast og ég heyri þig bara eftir. Já. Af því að þá veit ég bara að ég fæ nei. En leið og ég heyri og hann er eitthvað, svarar eitthvað svona, þá er allt, þú veist, hann getur verið svo stór og mikill og svo gaman. En svo getur hann líka verið bara alveg gleymdu því og bara ekki tala í halvtar. Ok, sko ég náði hann á rosalega góðan tíma. Götubitahátíðin var í gangi. Hann var á svona örugglega svona 7. vínglasinu sínu. Að selja, henda til brandarum, talandi og þetta. Hann var sól úti, hann var með sólgleru. Hann sér mig og bara, hei, ég veit hver þú ert. Já, má ég koma? Ég vil koma. Það er jákvæmt. Það þarf ekki að vera væl í honum. Nei. Ég og Dóri þurfum að koma saman. Það verður gaman. Prófum svona einstirni saman. Já, við getum gert það. Prófum og fyrir Málið það er náttúrulega ekki, sko, málið Dóri, hann er algjör svona luxuskall. Hann elskar bara að fá eitthvað góðan mat og drekka eitthvað gott vín, hann er að flytja inn vín, hann er svona náttúruvínakall og svona og ég er bara ekki að það. Mér bara fyrst ágætt að grípa mig bara inn á pullu og fá mig bara eitt Guinness. Og hérna, þannig að
henta svo vel að fara með hann á okkur staði sem er ekkert alveg allt upp á 10 ár. Já. Þegar honum finnst þetta alveg agalegt, sko. Sko, þetta er jafnvægið í þættinum, eða ekki? Jú, Eitt sem þetta er til í allt og eitt sem er ekki til. En á móti, hann á ekki erfitt með að fara á, þú veist, á taka hótelin, sko. Nei. Því að við erum að grafa upp, sko, bara mjög slæma gistingar og sem er að fá bara hræðilega dóma. Já. Hann alveg bara hendi sér upp í rúm og bara alveg er ekkert að pæla í bedbugs og njálgnum og öllu þessu. En daginn fekk ég að hitta dúkku. Já. Og þetta er Bara svona Barbie-dúkku? Já, bara svo stærri. Hún er svona 120 ára gömul. Var það draugadúkka? Draugadúkka. Ok. Reymdasta dúkka á Íslandi og það eru hjón sem eru með podcast, draugasögu podcast og þau fengu þessa dúkku í hendurnar frá einhverju svona drauga gæja. Ég er nú búinn að vera að reyna að fá þau í flöggasti lengi, sko. Og er það ekki game með það? Nei, það virðist ekki vera. Mér langar mjög mikið að fá þau, en já. En sko, já, og þá fekk ég að hitta þessa dúkku. Já. Er eitthvað svona skemmtilegt sem þú fengið að hitta, eitthvað svona sem svona kemur upp í hausinn þegar ég segi þetta? Sko það sem kom, ég er náttúrulega hitt Nord. Já. Það er kannski ekki draugadúkka, en það er svona í þessum svona heimi, skilur, þetta er Nord og var að gera eitthvað galdur. Solon Diego? Nei, þetta var ekki Solon Diego. Nei, ok. Og en ég heyrði að hún væri með, getur kallað nöfn. Já. Þetta var í draumnum. Þetta var í draumnum og ég og Öddi hittum Nord. Hún var nokkuð sannfærandi, sko, var að búa til eitthvað dæmi og svo reyndar hringdi síminn hennar. Þannig að þetta var Nord með gemsa sem var fast við eitthvað. Truflaði í miðjum út úr dæmi. Sem var með smá skrítið. Hún seldi mér styttu. Já. Sem á að vera, sem sagt, með álögum, þú veist. Ég keypti hana og hún er upp á hillu heima. Þú manns ekki hvaða kraftar eru en það er eitthvað? Ég veit ekki hvort sem jákar en eitthvað. Þannig að sama hvað gerist í lífinu og labba ég alltaf að styttunni og bara þetta er klippið maður. Nei, en það er svona næst því sem ég held ég hitt einhver svona reynda dúkku, það er örugglega þessi reynda stytta. Guinness, vissi, heyrða því að þú skýrðir hundinn Guinness. Já, hvað meður? Ölgerðin, basically, skilur. The Guinness. Já. Vissi að... Frétta því. Frétta hundi. Ég skal afgreiða þig. Það er ekkert mál. Nei, ég ætla að gefa þér bóla. Ég vinn ekki hérna, sko. Ég get alveg gefið þér drykk. Ölgerðin frétta því að þú skýrðir hundinn Guinness. Já, einmitt. Og þeim fannst þetta mikill heiður. Og þess vegna var mér boðið hingað. Þess vegna er þið boðið hingað. Mér finnst ég vera að outsæna Guinness, veist. Ef ekki að fá Guinness og hann fekk boðið. Ég kom bara með hann. Já, við vildum ekki þig, við vildum hundinn. Já. Þetta er Guinness. Þessi hérna séu, hello pappi. Hei. Hello. Það er kassi hérna til því. Já. Ertu að fara að gefa Guinness gjöf eða? Þetta er gjöf fyrir Guinness. Ertu að sjá þetta? Já. Er þetta handa honum? Þetta er handa Guinness. Nei, heyrðu, hvað? Sorry. Já. Þú getur líka að opna þetta aftur á vilt. Guinness með... Komdu sér. Þú voru að horfa hérna með henn. 1, 2 og... Nei! Heyrðu! Sjá. Það er glas. Þetta er fyrir þig. Já, glasið er fyrir mig? Glasið er fyrir mig. Já, ok. Ég er Guinness glas. Það er mjög erfitt að fá Guinness glas nema að ræna þeim að pöppum. Já. Nei, vá. Með eitthvað svona Guinness inni og voðalega eru almennilega við hann. Guinness bragð af þessu öllu. Vá. Þetta hérna finnst þið gott. Sko, sérðu. Síðan fær hann svona fínan klút. Nei, vá. Geggja. Já. Sko, þannig ég var að hugsa, má ég setja hann á? Ég ætla bara að segja ykkur þá. Honum finnst þetta bein ekkert sérstaklega. Nei. Nei, við klippum út. Sko síðan hendur því ólíka. Hvað þetta er fallegt af ykkur. Þetta er Guinness, hundurinn. Já, bestur. Og þetta er ekki síðast skitt sem ég sjá þennan á internetinu, ég get lofa ykkur því. Nei. Þessi er alltaf til í eitthvað rugg. Herru, við erum að fara hérna inn. Herru, við erum komnir. Ok. Corner Market, setið hérna alltaf þú að sýna mér rétt. Mér er svo gott, sko, ég var að spyrja þig hérna, heldur sér, lagði ég fara með hundininn? Já, ég er bara að hringja fór leyfi og allt, sko, ég bara, það er bara, þú veist, ég meina, það er meira próf en við gerum bara í sjónvarpinu. Já, sko. Hvað erum við að leita? Það sem við erum að leita, við byrjum að því, við ætlum að finna Ritz Keks. Ritz Keks, ok. Ritz Keks. Það er svolítið on brand. Það er nú bara hérna, við hliðin á Tom og Jenna keksinu sem gerir nú alveg allt vitlist í gamla dag. Ertu kekskall alltaf með það? Ég er kekskall. Já. Ég elska að fá mig svona keks. Heyrðu, ertu búin að fatta að við erum í stíl? Við erum í svörtu og bláu. Þetta er flottir. Það erum við. Vinnir. Svo erum við að leita núna að við þurfum sósu með þessu. Getum farið í pizzasósu. En ég myndi alveg fíla ef við myndum finna tómatsósu með súrum gúrkum. Tómatsósu með súrum gúrkum? Veistu hvað það er nýtt, sko. Það er komin tómatsósa sem er líka með súrum gúrkum. Það er gott, sko. Hvar færðu hana?
það ekki, bónus, þú veist, allavega ekki hér sko síðan. Ég er súrgúrkukall sko, Já, ég veit það, ég frekar nýr á þeim vagni og það er alveg vagn sem ég fíla sko. Tökum pizzasósu til að vera alveg öruggir og tökum líka hérna í leiðinni, er ekki chili hérna? Cayennepipar. Cayennepipar. Ertu á sardínvagninu með? Prófum bara nýtt, cayennepipar. Okay. Herru, og hérna, þetta er ekkert nelti stein, skilur við. Þá þurfum við ost. Ost? Já. Herru, að vera svona fínir og fara í hérna... Havarti-ostin. Það getur ekki skaðað. Það gerir ekki... Það gerir þetta eiginlega bara pottþétt betra. Þetta er geðvitt dæmi, sko. Herru, og svo borgum við bara, því að þetta er ekki flóknara en þetta. Þetta er bara þessi 4 hlutir. Ég hef aldrei prófað þetta með cayenne, sko. Takk heilega. Nei, takk. Herðu, maður kaupa póka? Við gerum þetta bara hér. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Já, það er ekki. Þetta er eitthvað svona, þú veist, þetta er svona réttur sem ég líður eins og ég hef hendi því ég væri svona í svona fimmtabekk. Já. Heima eitthvað svona, þú veist, bara að bjarga sér. Við þurfum bara að nota þessu við höfum. Já. Við ætlum bara að vera hérna í shoppinu. Já. Hérna er uppi. Hérna er uppi. Og þetta er allt sem við þurfum. Það er allt sem við þurfum. Og það er hægt að gera þetta hvað sem er. Og við hrúum bara í rauninni hérna Ritz-kexinu hérna á. Mér sýnist þetta fljótu vera aðeins of mörg. Að því að við tökum þessu brotnu út. Við setjum þetta hérna á diskinn. Og þetta er í rauninni munch sem er hægt að gera hvenær sem er og hvað sem er. Einu svona þú þarf náttúrulega öbban. Yfirleitt myndi maður skila kexinu sko. Og svo svona er maður aðeins að stelast í þessu brotnu. Sko, ég myndi reyna að ég er að drífa mig þegar við erum eiginlega smá svona boðflennur þetta. Við erum bara inn í búð að gera þetta sko. Þetta er þægilegra heima. Þeim finnst þetta alltaf leið. Mér? Nei. Já. Verslunareigendur? Já, hann er bara góð með þetta. Þeir eru mjög slækir. Þeir eru bestir. Ég bjó til rauðan dag sem heitir Ritz-kex-dagurinn sem er 19. október og ég reyna að fá í gegna þessi rauðu dagur af því að okkur vantar rauðan daga á haustin. Það er svo margir einhvern veginn svona á sama tíma. Ég bæði á að nota cayenne í fiskskipti. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það verður. Helminginn? Já, setjum helminginn bara. Þannig að þetta er bara hérna aðeins, ég ætla bara að setja lítið á honum. Það snýst ekki alveg bara svona pínku hérna. Þetta er reyndar ekki það lítið sem ég er að setja, en maður sjá. Svo er ég vanur að nota bara gamla góða skólaostin en við erum komin hérna í Hávarð sem er svona aðeins svona, það er föstudagur og við erum í gír sko. Þetta hérna er svolítið skemmtilegt sko, sem ég ætla að sýna ykkur. Við tökum nokkra svona sneiðar til að spara tíma hérna, af því að segjum að þetta getur verið á morgnana, getur verið á kvöldin, það getur verið kvöldmatur þess vegna. Til að spara góðan tíma, þá rífur hann bara svona í tvennt og einu svona enn. Vá, sniðugt. Og setur hann svona í bunka. Þá ertu bara með ready. Og þá ertu bara með ready og þeir fara aðeins út fyrir en við í Mosfellsbænum erum alveg til í það. Þetta er bara svona... Þú segir þið í Mosfellsbænum, er þetta svona Mosfellsbæjar réttur þar eða ertu svona að draga þau niður með þér? Ég er að draga niður með mér, þetta er geðveikur réttur. En við erum að tala um það, þetta er bara eitthvað til að redda sér, skilurðu, hratt og örugglega. Þú ert ekki að fara að nenna kannski að hendi í eðlu. Það tekur aðeins meiri tíma, það er svona svipaðan kannski, en þú ert ekki að fara að nenna hendi í uppstúf. Nei. Þetta er bara komið. Hvað sagði? Ofta hendar þú bara einn með þetta? Nei, ég er að segja að það er ekkert allir, þú ert ekkert að henda í þetta fyrir fjölskylduna. Nei. Setjum þetta bara svona, gefum þessu 30 sek, ég ætla að bústa þetta upp í mínútu af því að við erum þar. Hann er hljóðlátur en hann er í gangi og vertu nú hreinskilinn. Já, ég alltaf hreinskilinn. Segðu mig hvort að þetta hérna, tökum nú sekund hérna. Ok, ég vil taka hann í miðjunni hérna. Já, hann er rosalegur hann. Erum við með Cayenneinn eða erum við með... Eigum við að taka Cayenne? Cayenne hérna meginn. Já, eigum við ekki að taka hann? Jú, ég er í Cayenne. Þú ert líka, við erum báðir í Cayenne. Herru, hérna, hvort er betra þetta Ritz-kex hérna sem við gerðum á... Við vorum ekki lengi að gera þetta. Hvað voru við að tala um? 2-3 mínútur? 2-3 mínútur, þessi. Eða hérna ykkur ostra, skiljum við. Hérna á fínu stað. Ykkur ostra hérna bara á óksinu bara. Já, 1-2 rót. Já, fyrirgefðu. Ég vilt bara vera Ritz-kex. Má bjóða þér? Nei, þetta er ekki mjög giltilegt. Þetta? Nei. Ertu ostrakall? Nei, þetta er alveg svakalega gott. Þetta er alveg, og það er auðvitað að smakka þetta er alveg, við vorum að gera þetta. Við erum bara í þessu. Hæ, nei, við? Já. Kannski ekki allan daginn, en þetta getur verið í rauninni sko morgunmatur, kvöldmatur, síðdegisréttur, kemur heim, einhvern veginn. Hvað finnst þér? Sleppur alveg. Þetta sleppur? Það er það sem ég hugsaði líka. Þar hafið þið það. Þetta er sko, þetta sleppur. Harður dómur samt? Nei, af því að þetta sleppur. Af því að þú veist, þetta er ekki... Já, sér það. Ég sé líka á þér að þú ert svona lúxuskall, þú ert vanur góðum lúxus. Hérna ertu komin í bara einfalt og gott, en bragðast alveg eins og hágæða ostra. Kexi, það er Ritz-kex. Já. Þetta er rosalega gott. Þetta bjarga hafa...
Er þetta ekki lagið? Mjög Já, gott. mjög gott. Er það ekki? Hérna? Kæjón. Já, Ég er heyrðu, komin í þriðja þú gegnsæði. ert alveg brjálaður í þetta. Ha? Þetta sleppur. Já, þetta gerir það. Ég sé alveg fyrir mér að ég verði Já, að hætta. Einhvern tímann. Heyrðu, þetta er svona nýtt, þú tóð samlókuna. Hún er rosalega, þetta er svo þægilegt svona bara, þú ert komin upp í sófa og ætla bara að taka hálfan hátt. Maður sér bara, sérðu, þú veist, það er verið að... Hann er seldur. Brána þá verður til að Já, og þú sér það, fólk er að kynna sér uppskriftina, það er bara allir brjálæðir í þetta. Taktu nú í næsti, ekki vera feiminn að biðja um. Mitt er þitt. Þeir þóru ekki í þetta félag, það er samlokan. Já, samlókan, já. Ég... Þrjár, þristur. Herru, ég get allavega sagt ykkur það, ég man ekki eftir einhverjum rétt sem að fá svona hrætt. Nei, þetta sló í gegn. Við getum staðfest að þessi réttur, hann slæri í gegn. Steindi. Nefnum að skálinn Enn og hefur aftur. bakast með. Skálinn. Diskurinn, já. Þetta er snatti minn, sæl. Já, þetta er Guinness. Já. Guinness Birgir. Ha. Hörru, takk fyrir stráðar. Já, takk sömuleiðis. Sjáumst. Herðu, skál. Tækið. Klítan á þessu núna. Skoti. Tölvöld nær heldur en ég. Er það? Er ég ekki að inni það? Þetta er reynslan sem talar... Herru, má ég spyrja þig bara... Já, en bara hvað ertu þú ert svo ungur? Ég er 32. Já, 32. Ég er nú ekki það. Já, ég er nú 10 árum eldri en þú sko. Já. Þú byrjaði náttúrulega fyrirlið þinn. Já. Fékkst tækifæri til að búa til sjónvarpsþætti, eða ekki? Jú. Og þá fórstu bara að hlaupa. Hugmyndir komu, lög komu, karakterar komu og þetta er svolítið filter bara og Já. bara öllu síðan. Já. Hvað fyrir gegnum hausinn? Hvernig verður skets til hjá Steindi? Það sem við vorum að gera á sínum tíma eins og með Steindan okkar þegar vorum að byrja að skrifa og svona, þá bara hittust við og bara settust niður og vorum að kasta boltum og vorum að skrifa niður hugmyndir og skrifa niður pælingar og svona. Varandi lögin og svoleiðis, þá var alltaf mjög gott að hugsa konsept fyrst, þannig að þú veist við vitum hvað við ætlum að gera og hvað við ætlum að gera og svona. Og ástæðan fyrir því að við okkur langaði að hafa tónlist í Steindanum okkar er að við sáum, ég man ekki hvernig þetta var, áramótaskaupið 2006 eða eitthvað. Þá endaði Þorsteinn Guðmundsson áramótaskaupið. Það var lag og það var svo skemmtilegt og maður horfði einhvern veginn á þetta og maður var bara, og svo bara hérna einhvern veginn fór maður að hitta í félagana og örugglega að hanga bara á sjoppi og svona. Já, þetta var svona kveikjan. Já. Við vissum þarna bara að okkur langaði, okkur band langaði að enda þættina á tónlist og senda fólk svona einhvern veginn í burtu þannig. Uppáhaldskarakterinn sem þú hefur búið til og af hverju? Sko, mér finnst Níels, mér þykir alveg vænt hann sko. Já. Læra hann inn okkur að taugar, eitthvað svoleiðis? Nei, mér finnst bara gaman að gera hann. Kristján Nágranni sem var í Steypustöðinni. Já. Við hlófum mikið þegar vorum að gera hann. Það var alltaf einhvern veginn komin í jager og alltaf að hringi í nágrannan og það er miklar á að gera Bjarka litla og allt þetta. Ég veit. Ég er þetta ekki veltið svo mikið fyrir mér sko. Nei, sko einn daginn, bara svona ég hugsaði þetta, þú veist, þegar núna verið til dæmis að fagna Latta svona, hann er lífið búið og það er eitthvað svona dæmi. Þá fór ég bara svona, ég fór í eitthvað svona þannig hugsanir með þetta. Hvað er þetta ekki Steinda væntum? Hvað er hundurinn? Ég var að spá í. Steindi, mér langar að bjóða þig til að koma einhvern tímann aftur. Já. Af því að ég er með svo hugmynd að við sko byggjum upp á Ritz Keks hugmyndinni þinni. Já, ef við erum að stækka réttin. Stækkum réttinn og fáum Michelin-kokka, fáum alvöru fólk sem að, þú veist, þekkir leikinn vel í að taka grunninn þinn, taka upp á næsta level. Ok, það verður, já. Við náttúrulega vorum að prófa okkur áfram aðan, þú veist, ég er ekki vanur að hafa Hávarð og Kajónin. Nei. En ég mér líst vel á þetta, fáum bara Michelin-kokka, byggjum upp á þetta og þú veist, eins og þú veist, það er alveg margt sem vantar í þetta, þú veist, eins og... Var ekki pepperoni í sneið? Jú, smá remúla jafnvel. Remúla? Steindi, kæra þakkir fyrir að koma með mér. Takk sömuleiðis. Takk fyrir að reyna að splitta genum með mér. Voru geggjað, við splittum genu og þú veist, það er St. Patrickur er handað við hornið á þriðjudaginn og við ætlum að fagna því. Vonandi er fólk að fara að nýta sér Ritz Keks mix uppskriftina. Á þeim nótum. Skál! Skál fyrir því. Til hamingju með daginn. Til hamingju með daginn.